Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Það þarf alltaf að vera rétt gert hjá okkur, svo þetta virki. Og það ættu við nú vera að fara inn að læra. Það lærum við kannski ekki neitt. Við erum kannski orðið nóg gömul til að læra. En ég veit það ekki. Er það ekki bara einstaklingsbundið með allt svoleiðis? Ég held það. Ég er mjög námsfús maður og ég elska það að læra. Þó ég sé komin á þennan aldur. Af hverju? Nú ég er nú ennþá bara maður. Ekki? Og ég er ennþá að reyna að gera það sem er rétt og ég elska það að þóknast lifandi Guði sem ég til í dag og hef gert í áratugi. Þannig að við getum nú alveg lært svo lengi sem við lifum. Og þetta er auðvitað að vita allir menn því að menn eru að uppgöta eitt og annað fram eftir öllum aldri. Og það gerir lífið auðvitað að sínu spenningi. Og lífið á að vera spennandi. Það á að vera skemmtilegt. En við ráðum öllu það hvort það sé eitthvað af þessu. Fúlikallin og húlakellingin, ég held þetta fólk sjá hún ekki mikið af neinu svoleiðis. En ég og þú, við erum ekki þar að við veljum eitthvað annað. Það eigum við að gera. Þetta er allt í okkar hendi. Og ef við spilum vel úr þessum degi, sem við ætlum að gera, að þá munum við leggjast á kottan, já, enn eitt góður dagur í dag hjá mér. En ég, sem slíkur, sem einstaklingur, get bara svarað fyrir hann þennan, eins er með þig. En við getum, ef við viljum, þetta fer allt eftir í hvað við viljum. Leikið mál þannig að þau vinnur nú svolítið með okkur. Það er svona léttari leiðin í þessu lífi. Við viljum öll svo sem fara léttari leiðina, við elskum reyndar léttari leiðina. En veljum stundum að fara þó þyngst og erfiðustu sem til er. Og þá auðvitað kemur upp spurningin, hver skilur þetta blessaða mannshjarta? En þetta er maðurinn. Og nú skiljum við betur hvers vegna Drottinn talar veikleika. Maðurinn er þetta allt sem hér hefur verið nefnt og miklu meira til. Að þeim er veiklunduð manneskja. Og hver okkar sem er, þarf ekki að skoða málin eitt sérstaklega mikið, en fara djúpt og kafa djúpt ofan í það, til að komast bara hreinlega að þessari niðurstöðu. Og nú er ég ekkert að biðja það að menn sé að benda á aðra, því að þeir liggja allir ókostir annara liggja alveg öndvert augum okkar. Við skulum skoða inn í okkur sjálf. Og þá fyrir við að skilja hvers vegna Kristur til að mynda dó í mannsins stað og hvers vegna hann sagði þessi fleygu orð á krossinum: Faðir, fyrirgefðu þeim því að þeir viti ekki hvað þeir gera. Nákvæmlega. Við sjáum ekki Guð, við höfnum Guði, hrösum fætur, okkar eigin fætur, dettum með reglulegu millibili kylliflöt á jörðina, rísum upp, heifistum handa við eitthvað annað, en höfum ekki lært nokkuð skapaðan hlut. Þannig að ferlið er bara þetta. Þannig að við erum veiklunda fólk. Fyrir mér er það styrkur að viðurkenna sinn veikleika og það gerir ég fúslega. Því að styrkurinn minn
í trúnni býr í Kristi og það mikill styrkur. Og þetta getur þú fengið ef Guð miskunnar sig yfir þitt líf eins og hann gerði við mitt líf, og ég veit hann hefur gert við margra annara líf. En ég ræði engu það. Því hann bara velur þann sem hann vill. Ég spyr stundum hvers vegna hann valdi mig. Ég skil það ekki enn. Og er alveg svakalega þakkláttur fyrir það. Og svo fór maður nú að fara af þessari hugsun og segja við sjálfan sig sannleikann að Kristus spyr engan neitt svona. Hann bara tekur það sem hann vill. Ég sköpun hans. Þú ert sköpun hans. Og hann hefur fylgst með þessar sköpun frá því að getnaður raun og veru átti sér stað. Allt þetta frá hans hendi, öll þessi mál. Og þessi einstaklingur kom, feitikall í dag. Það var nú ekki það sem unglingur, ungu maður. En hann kom í heiminn á sínum tíma að ráði Guðs 35-6 árum eftir það. Ég reyndar hef ekki tekið aldurinn, en það eitthvað á því róli. Þá segir hann, já, nú komið á hún Konráði Rúnari að koma til okkar. Segir hann við faðir, ég segi það. Og það gerist eins og fingursmellur. Og ég horfi upp og horfi þangað. Ég gerist þannig. Það til Guð. Og það var ekki fyrir löngu seinna sem ég áttaði mig á því, mannaðu þetta þessi orð, að þegar þetta atvik gerðist, þá þekkti ég. Ég þetta fylltist fögnuði, en var aldeilis ekkert undrandi á að þetta hafi gerst. Og það til Guð. Er þetta ekki merkilegt? Síðan þá hefur þetta aldrei vikið frá mér að það til Guð. Þannig að maður fekk öflugan grunn til að byrja með. Og ég hef svo sannarlega þurft á því að halda. Og eins og þú ekkert meira heldur en þú og heldur ekkert minna. Þurfum að byggja grunnin upp. Þess vegna erum við í Drottni og hann sér allt sem þarf að byggja upp. Og þurfum að byggja eitthvað hratt upp, þá sér hann það. Því hann veit vegferðina. Og ekki bara vegferðina. Veit nákvæmlega í hvað hann ætlar að nota þig. Alveg svo hann gerði með mig. Og það get ég sagt, ég veit að Drottinn staðfestir það því að þetta sannleikur, að það sem maður hefur síðan gert átti maður allra manna síst von á eða átti til nokkra hugsunum að þetta yrði niðurstöð. Í trúnni og eftir trúna fyrir þetta allt saman að fæðast fram. Að vísu hafði skriffinnurinn í mér vaknað nokkrum árum fyrr. En það var eins með hann, eins og allt sem á eftir kom, að áður en að þeim atburði kemur, var ekki til ein hugsun að fara inn á þessa braut. En ég náttúrulega á þessum tíma les blöðin og hef alltaf verið svolítið blaða lesturskall. Og ég man eftir því á einhverjum stað, þá voru menn að tjá sig og að mér fannst mér þetta allt vera svona menntamenn, með allir virðingu fyrir þeim. Ég var aldrei öfundað menntun annarra manna og ég fór að hugsa að býtu við
ég hef nú skoðanir á ýmsu og veit margt og ég rifja þau auðvitað upp að ég væri nú ekki menntaður maður. Akkur get ég ekki tjáð mig þjóðmál alveg svo hver og einn. Ég hef alls konar að segja eins og menn hafa nú séð sem hafa verið að fylgjast með þessu skrifum mínum. En þarna byrjaði þetta. Það byrjaði með þessari hugsun og spurningu akkur get ég ekki skrifa þó ég sé með léleg prófskírteini og enga menntun þannig sé ég. Þetta hef ég menntun, það var allir menntun. Ég skrifaði. Óorlega skeldur við það sem ég var að skrifa. 110% vissum að við þessu ekki litið og fór svo lengt með það fyrstu skiptin að ég bjóð þá á hvar bjóð ég. Það skiptir ekki máli, ég held að við vorum verið flutt, við vorum flutt á Hellisgötunni, ég sennilega brúið upp í Norðurbæ og var á bíl sennilega, ég lít nú að vera á bíl, nema hvað að ég ekk niður á bryggju og þar einhvers staðar, þú manst þetta Viktarskúrnum, þá var bæjarútgerðin og það allt saman á staðnum og það var Viktarskúr þar og eða hvort að símakleifin var við Viktarskúr, ég maður það ekki, það var hann, og segjum það bara. Og ég fyrir inn í símaskúrin, mjög laumulega, með snjáð skrifin í brjóstvasanum og ég hringi á blaðið og spyr, þið tækið við lesendabrifum ekki? Jú, endilega, ertu með hvað? Já, má ég lesa það fyrir þig? Já, endilega. Og ég les stuttu klausuna. Örugur að þetta kemur, nú hefur hann ekki notað þetta. En við veitum menn eitthvað 2-3 síðan, þá birtist ekki klausan maður. Þá var einn mjög undrandi. En þetta var auðvitað ítinga og meira og ég held svo bara að ég skrifaði nú ekkert mikið á þessum tíma, þetta tók nú svolítið tíma hjá mér að vakna. En þetta var sérstaklega 1984 svona vorið geti ég trúað. En einhver fleiri skrif birtust þetta ár held ég, ekki mikið. En ég man að árið 1985 þá ég komin alveg fullt í þessi skrif. 1985. Og ég er enn við þetta heikasvort og skrifa mikið enn þann dæta, já mjög mikið, sennilega aldrei meira enn síðustu 20 ár. Þegar að svona menn á mínum aldrei eru kannski að fara að draga sig í hlé. Ég kann ekki að draga mig í hlé. Langar ekki að draga mig í hlé. Og svona valt þetta nú bara fram, en hugsunin og baki þessu var að skildu þessir ágætu menntamenn eigna sér öll skrif og alla skoðanir í þessu landi. Ekki svo að skilja að þetta sé rétt álekta hjá mér, en svona var nú samt hugsunin. Þannig að ég reið á vaðið með mína litlu menntun, maður er auðvitað menntaður en ekki mikla menntun, ekki svona skólamennun. Og í dag er 2024 og ég er enn við þetta. Og ég man það líka að gera svo margt þegar maður tekur trú. Frá fyrsta degi vildi ég vanda mitt verk alveg eins og ég kunni og gat, en það get ég viðurkennt í dag að kunnanda mín og þekkingin á þessu efni var mjög lítil. Og þeir hjá blaðinu, þeir umorðuðu þetta allt hjá mér og ég var mjög sáttur við það. Það má eiginlega segja að þeir blessaðir hafi kennt mér að skrifa og gert mig að þessum ágæta penna sem ég er í dag.
Þannig að þetta hélt áfram. Áhuginn var vakandi, var vaknaður. Og guðlega skrif voru nú ekki til staðar á þessum árum. Eðlilega, ég þekkti ekkit Guð, hvað átti ég að skrifa, það segðu mig það. Svo kemur stóra stundin. Man alltaf eftir þessu. Guð opinbera sig. Og ég frelsast. Í dag ég mjög þakkláttur fyrir að hann tók þetta ekki frá mér og setti mig í eitthvað annað, en þetta var bara hans leið með mig að láta mig vera bara í þessu. Og ég skrifa stíl, enn eitt stílinn. Nú með hvaðan var þessi, man ég ekki. Þeir eru orðnir þúsundir þessi stílar í dag maður. En voru orðnir allmargir þá. Ég frelsa sem sagt 89. Þannig að þú sér að ég er búin að vera við þetta í allmörg ár þegar það kemur að því að frelsast. Og þá þetta var Guðsvitundin svo rosalega öflug í mér að hún með einhverjum hætti hlaut að sjást á skrifunum. Og ég sendi, hvort sem menn eru sammála mér eða ekki, þá sá ég alveg hellingsgæðamun á þessum stíl og öllum hinum sem ég hafði gert á undan. Ég sá það. Ég náttúrulega sá sem að skrifaði dæmið. Og ég var mjög ánægður með það. Ég sagði að trúa er í raun líka aukin gæði. Ekki bara á einhverju einu, heldur það breytist allt og verður betra. Það gerðist hjá mér. Ég var með viðmiðið. Ég hélt þessum pistlum mínum öllum til haga og ég sæki blaðið. Nei, ég var með þetta inn í bók sem að límdi í, maður klippti út þessar greinar og svo límdi ég það inn í, ég man ekki hvað við kölluðum það. Og þar var þetta allt saman bara í röð, því að þetta bara mertist af því sem ég var eftir því sem ég sett inn. Ég sæki bókina, les gamla pistilinn og undan þessum og svo þennan og ég sagði bara, vá, því líku munum maður. Ég áttaði mig ekkert á þessu. Ég náttúrulega, eins og ég hefði alltaf gert, ég hef alltaf lagt mig allan fram við þetta. En eins og ég segi á þann, trú er gæði líka. Þannig að bara á trúniðinni þá gerur það sem þú ert að gera margfalt betur. Ég veit ekki hvort að menn svona taki eftir þessu, ég veit svo sem ekki eftir hverju menn taka og það kannski ekki allir eins heppnir og ég að eiga svona viðmið, en ég hafði viðmið og ég sagði bara, wow, þvílíkt og annað eins. Og líka það vel. Og síðan, ég er náttúrulega ekkert síðan, þetta jók ekki trúna, ég var bara trúaður og hún var bara kom í heilu lægi bara til mín og hún hefur ekkert farin eitt þaðan og vaxið þar, bara eins og eðlilegt má teljast með trú. Og gæðin eru ennþá nokkur og hugmyndirnar ennþá til staðar, en ég hvíli með hugmyndirnar í Guði, eins og ég oft sagt hér. Að ég veit aldrei neitt hvað ég ætla að tala þegar ég kem hér, ég veit ekki hvernig þetta tala til ykkar, kannski fyrst ykkur þetta kæruleysi. En segir ekki orð Guðs það að við höfum að trúa og treysta Guði. Og hvað það annað, heldur hann að gera það þá eins og maður er að gera það. Maður trúur og treystir Guði. Ég þarf ekki að vera með neina skoðanir raun og veru á því hvernig hann vinnur þetta. Ég viðurkenni sjálfa mig sem verkværi í höndum Jesú. Og hvað gerir verkværi? Erðu þarna smiður, skrúpa þessa skrúpa fyrst og svo hérna og svo tekur naglun og hamarlun og rekur hann í spýtuna. Það er ekkert svoleiðis. Smiðurinn, hann tekur það verkværi sem hann þarf, notar það eins og þarf
og verkfæri hefur ekkert með það að gera. Og við kennum við ekki í góðaskapin okkar að við séum verkfæri Guðs. Og þú veist hvernig verkfæri er notað. Það er notað til þessu verk sem það er ætlað. Í þessu tilviki hamar segjum það, í öðru tilviki sög, í öðru tilviki sporjárn, skrúfjárn, hamar og hvað þetta heitir. Og þessi verkfæri hafi ekkert með það að gera. Hvað af þeim er tekið fram og notað í dag? En þú áttur á móti ert vitsmun að vera og ég líka. Og hann hefur kallað okkur til ákveðins verk. Við vitum þessi verk. Þannig að þau koma okkur ekkert lengur bara í opna skjöldu, en þeir gerðu það fyrst. Ég var að gera þetta. Held nú ekki. En það var ekkert aftur snúið. Þannig að Drottinn hefur oft komið mér á óvart. Skemmtilega óvart. En það er ekki oft sem menn hafa talað til mín eitthvað sem var síðar að gjöf, en það hefur gerst. Ég var til að mynda á samkomu í Söfnuði, það er orðið mörg ár síðan, og það kom amerískur predikari til okkar og hann er að tala, svona þema efnisins var tungutalið. Og þá á þeim tíma hafði ég ekki tungutal og ykkur að segja, og þá fattaði ég ekki að hverju það er tungutal. Ég er svolítið þarna. Ef ég svona sé ekki hvað gagnir af þessu, þá er ég ekkert að flýta minni þangað. Og yfirleitt þegar svona er, þá er mér með einum öðrum hætti bara allt út í þetta. Svo sé ég þegar ég er búin að fá þetta er miklu betra svona, maður. Ég er svolítið þarna. Já, ég er stundu svolítið þarna. Ég veit að þú ert fullkomin og þannig að þú glímir ekkert við neitt svona. Við erum sem sagt á þessari stund með þessum ágæta manni að tala tungutalið. Og svo segir hann, býður hann öllum fram, því nú ætla hann að biðja fyrir öllum þeim sem að vilja eignast tungutal. Og það kom ekki allir fram, og slatti af fólki sem kom og ég fer fram, ekki vitandi neitt hvað þetta, ég var ekkert á móti tungutalinn, ég bara botnaði ekki í hvað það var, hvað það merkti. Og svo sem sagt biður hann, og ég finn eitthvað, það kemur eitthvað í hjartað af bæninni. Svo geng ég frá og kemur svona tungutal og ég fór að hlæja maður. Þetta finn ég ekki hvað þetta var. En þetta var tungutal. Byrjaði með einu orði sem bara stökk fram. Ég ganginn, bara ætlaði að fara að setjast og ég fór að hlæja maður. Og síðan er bara tungutalið, ég þurfti að þjálfa tungutalið, ég man það. Maður talaði stutt svona í einu, en núna getur maður að tala tungu bara sem maður vill og þegar maður vill og gerir það oft. Þannig að ég hlynntur tungutalinu. En það kom bara sem gjöf. Alveg svo trúin kom sem gjöf, þá kemur þetta allt saman í raun og veru sem gjöf. Talandinn er gjöf frá Guði. Skriffinskan í Jesú nafni er gjöf frá Guði. Já, í Jesú nafni, því að þú ræður alveg hvort þú skrifar í Jesú nafni eða ekki. Frelsið til að velja og hafna verður áfram í mínum höndum, og þú segir þetta fyrir því í mínum höndum, en ég ræð og vel hvort ég gefi Drottni þessi verk mín. Og það gerum við, að því við viljum gæði, við viljum frambera gæði, og við veitum að við framberum ekki meiri gæði en orð Guðs. Erum við ekki sammála því? Örugglega ef við þekkjum til Jesú þá erum við sammála því. Ég veit alveg hvernig kristinn maður hugsar.
Hann hugsar eins og ég að þessu leiti en hann er ekki ég og þakkaði nú verið það, væni minn. Við erum bara eins og við erum. En hvað það að þetta heldur allt saman áfram og ég er eina margt og mikið og sjá söfnuðinn réttum augum. Ég sá að það ekki, sá söfnuðinn aldrei réttum augum, ég sá hann aldrei rétt, ég sá til að byrja með söfnuðinn ekki réttum augum. Því ég held að þetta verður bara guðlegt fólk með, svona uppundi vangi. En það kom nú margt annað í ljós. Og svo fór ég bara að sjá sjálfa mig í öðrum hvorum manni. Þetta er söfnuður. Hann er samansafn af fólki í alls konar ásigkomulagi. Ekkert alltaf neitt sérstaklega guðlegt í framkomu, en ásamt Guð í sínu hjarta. Og það breytir öllu. Og þarna kom upp þessi orð Krist veikleika. Og við verðum okkur þess áskynja þessi gríðarlegi veikleiki sem er að herja okkur. Hvað er þetta af öðru en veikleika? Þeir eru ekki sjá þennan nálægt mér. Hvað er þetta af öðru en veikleika? Og við skiljum betur þegar við erum á þessu stað, þetta er sannleikur. Við vitum að þetta er sannleikur. Þegar Drottinn ítrekað og svo oft segir, elskið hverja aðra. Hann er að benda mér á veikleika minn, en segir með orðum sínum að ég getið elska náungan. Þannig þetta er allt til í okkur. En hvað erum við að velja? Að elska náungan, það er nú ekki við þennan. Þetta er allt saman í okkur sjálfum. Og til að byggja utan á þetta og til að guðlegt val verði ofta hlutskipti okkar, þá er svo mikilvægt að við viðurkennum staðreyndir. Og ein staðreind er sem að mér finnst ofboðslega merkileg. Það er þessi staðreind að ég er veikleika vafin manneskja. Ég veit að við viljum gera það sem er rétt. Og ég veit líka að oft gerum við það sem er rétt, en bara stundum samt. Stundum erum við á allt öðrum stað en við vildum vera, og stundum erum við á allt öðrum stað sem er uppundir það að vera rangur og er kannski rangur á þess að við komum auga á það að vera á röngum stað. Og hvað orðið eigum við yfir þetta? Veikleika minn. Segðu þetta með mér. Veikleika minn. Þannig að þú sérð bara af lífinu þínu að þessi veikleiki er alltaf að skjóta upp hausnum. Og það er gott að sjá þetta. Því að þegar þú sér það og viðurkennir, þá segir við sjálfan þig, ég þarf á Jesú að halda. Ég get þetta ekki nema hann sé með. Og þetta er staðreind. Það er þetta sem trúin vil byggja upp í mér og þér, meira en flest annað í okkar lífi. Við getum verið full upp í rjáur af orði og þekkingu. En ef við vitum ekki okkar stöðu og hver við erum, þá er til harla lítilst öll þessi þekking. Því að þegar þú viðurkennir veikleika þinn, að þá ertu í raun og vera að viðurkenna styrk Krist í þér. Þú segir, ég vel Krist og tek hann fram yfir minn veikleika. Þetta er munurinn. Veikleikin heldur áfram að herja á þig og þú áfram að vera þessi ofur viðkvæma manneskja
Og þetta verður alltaf með þessum hætti að þetta mun alltaf togast á í þér. Veikleiki. Og við förum að skilja ýmislegt sem orðið er að segja, hvað við eigum að gera. Og Drottinn segir, takið við mínu orði. Gerir það að ykkar stoð og styttu. Og við viljum þetta. Við höfum oft verið þarna. En líka hrasaðum okkar eigin lappir. Af einhverju sem skeiði í kring. Af einhverju sem einhver sagði við okkur í kring. Veikleiki. Og við sjáum að við getum ekki þrætt fyrir þetta. Þetta á við okkur öll. Við erum öll að glíma sömu glímu. Við erum öll á þeim stað að vilja gera það sem er rétt, að því við elskum Jesú. Við megum aldrei gleyma honum. Að hann er mjög stór partur af okkur. Og stundum tekur hann okkur alla yfir, en svo komið upp eitthvað annað og upp kemur þessi veikleiki. Það er ekki mikið á að þessu. Ég vil ekki hafa þennan nálægt mér. Þannig er ég aftur komin að þér sem þekkir ekkert svona. En ég þekki þetta, en ég er kannski ekkert endilega fastur í þessu lengur. Kannski var ég það eitthvað tímann, en ég er það ekki lengur. En ég sé þetta er allt þarna. Og ég verði víst að viðurkenna það að Conny gamli er bara veiklunduð manneskja eins og allir aðrir menn. En er að berjast trúarinnar góðu baráttu og þegar við bæði bæta sitt eigi líf og heiðra með lífi sínu hann sem reis upp í minn stað og segir, Konráð, þú ert að koma til mín. En ég vel daginn, segir Drottinn. Og hvað meira merkir þetta? Jú, það vil nota mig í dag í þeirri köllun sem ég kallaði til. Og ég veit hver hún er. Hún er þetta sem við verið hér að tala um. Köllun þín er allt annars eðlis. Og það er orð til fyrir því að Drottinn segir sjálfur að við skulum ekki riðlast á hvers annars braut. Hvers annars braut. Og við þjónum risastórum Guði með yfirriðn og verkefni fyrir hvert og eitt okkar. Og hann gefur öllum köllun, gaf mér þessa köllun, ég stíð fram í henni. En ég veit ekkert það gátt að þú hafi stíið fram í þinni köllun og ég ræði engu það. Það er bara einhvað sem þú velur frammi fyrir Guði. Sama Guð og ég valdi að stíga til hann geti nota það sem hann hefði sett í mig. Já, við vorum að tala um það áðan að sumt yfirleitt fæ ég þetta nú bara svona með mér, ég veit hvað ég á að gera svona með mér. Við vorum að tala áðan um tungutalið, það var gjöf sem kom með predikara sem gagngert kom til þess að færa mönnum þessa gjöf frá Guði, tungutalið, og ég tala tungu síðan. Og það var annað sem kom frá trúuðum manni sem bað og talaði stundu til manna orð sem að komu frá Guði og þá var ég búin að vera að skrifa í allmörg ár þegar þetta er og svo segir hann við mig, Conny, Guð segir að þú er að fara og skrifa skáldsögur. Og ég horfði bara á mannin og já, það er bara svona, tók ekkert í þessu.
Já, ég veit kannski, ég held ég hann ekki tekið þessu. Og svo líða einhverjir vikur og hann segi, ertu byrjar að skrifa skáldsöguna? Nei, ég er nú ekki byrjar á því, sagði ég. En svo byrjaði ég á því. Og hann spurði mig einhverju seinna hvort ég væri byrjar og ég sagði, já, gott hjá þér. Þú átt að gera þetta svo. Og ég er núna með 12. skáldsöguna mína. Hún svona er bara hægt og sígandi að sigla fram og ég svo sem leggja ekkert rosalega áherslu á hana, en það er allt í lagi. Hún er þarna og ég er að vinna við hann annars lagið. En þetta kom til mín sem gjöf frá Guði. Og nú ertu búin að slökka á þannig gæja, því að þið líst ekkert á þetta. En þetta er nú bara vitnisburður minn kæri. Hvernig hann gerir þetta við þig, veit ég ekki. En svona hefur hann gert þetta við mig, en oftast nær, þá bara kviknar þetta bara með mér sjálfum það sem ég er að gera. Og ef hitt kemur með öðrum hætti, þá bara kemur það með öðrum hætti. Ég reyni ekkert að stýra þessu neitt. En ég segi, það er gott að þjóna Guði og ég hreinlega elska að þjóna Guði og ég meina það, ég elska að þjóna Guði. Ég hreinlega elska að vera inn í söfnuðum en ég veit alveg allt söfnuðina og ég veit líka að þeir eru Guðs vilji að þeir séu þarna þó að ég í upphafi svona drægi upp svona ranga mynd af þessu söfnuðum. Eða hún réttist öll saman af því ég sá ekki nema mig inn í þessu söfnuðum með hundleiðilega kall og kellingar. Þetta er söfnuður. Bara venjulegt fólk að glíma venjulega glímu sem allir aðrir eru að glíma en núna með Guð í sér sem segir við það gerðu gott í dag. Hann styður þetta með margvíslegum hætti og hann etur okkur stöðugt að orði sínu. Við erum að nema það, við erum að læra það, við erum að spá í það, við erum að spekulaðra í því og stundum hittust við að ræðum orðið. Og ég held að það séu skemmtilegustu stundirnar sem að við eigum saman þegar við erum að ræða orðið frá manni til manns. Við gerum þetta annars slagið og ég held að Drottinn ætli að fara að auka þessa vegferð og það kann ég vel við. Þegar ég hef mjög gaman að því að ræða orðið en ég nenni ekki að vera með einhverja þvælu þar. Ef að menn eru bara heiðarlegir, eru bara ærlegir og þá kemur þetta orð eins og á að ræða það. Guð stjórnar þessu sjálfur. Þess vegna skulum við biðja alltaf fyrir öllum svona stundum sem við erum að fara á til að ræða orðið, til að orðið verði rætt eins og Drottinn vill að við ræðum það. Því hann vill að þegar við erum að koma svona saman og þetta veist þú alveg jafn vel og ég að þetta sé gagnlegt sem við erum að gera. Er það eitthvað fyrirfram sjálfsagt að það sé gagnlegt? Ég spyr þig. Þú svarir ekki þeirri spurningu bara neitandi þannig séð. Það er ekkert alltaf sem þetta er neitt gagnlegt. En áauðvitað að vera í hversin gagnlegt. En við eins og alltaf áður, við ráðum öllu þetta. Og þess vegna er hvatningin þessi, byggjum upp mál þannig að aðrir njóti, aðrir læri af og vilji gera breytingar hjá sér sem þarf. Og við gerum það eingöngu með því að bera fram orðið. Alltaf orðið. Alveg sem með hvernig við nálgumst máli,
skal orðið alltaf standa eftir sem einhvað sem akkur er í. Ég hef góða reynslu á orðinu, ég hef bestu reynslu í mínu lífi af orðinu og ég held að það sé ekki neitt að breytast. Við segjum þetta gott og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig í dag og heldur áfram með þetta ágæta efni.